En við byrjum hins vegar á skýrslu meirihluta fjárlaganefndar einkavæðingu bankanna hinna síðari. Vigdís Hauksdóttir formaður nefndarinnar ræddi hana hér í þættinum á mánudag, en þar koma fram harðar ásakanir á hendur embættismönnum og fleirum sem unnu að endurskipulagningu bankanna árið 2009. Ekki síst þáverandi fjármálaráðherra Steingrími J. Sigfússyni, en aðgerðirnar eru sagðar að hafa fært kröfuhöfum bankanna milljarða meðgjöf að stórum hluta til að friðþægja kröfuhafa. Steingrímur sestur hjá Helga Seljan. Velkomin í Kastljós, Steingrímur. Takk. Kannski byrjum bara á því sem er kannski rauði þráðurinn í þessari skýrslu og því sem hefur áður verið fjallað í þessu, sem er kannski það sem er kallað meðgjöf í þessari skýrslu, sem er það hvers vegna þessir bankar voru afhentir kröfuhöfunum án þess að þeir eru sett einhver skilyrði og hvort að það hafi í sjálfu sér ekki verið mistök og eins það með hvernig ríkið tapaði á vaxtamun í þessum viðskiptum. Þetta hefur oft verið rætt áður og kemur kannski mynd á þetta líka þarna. Já, menn að setja dæmi þannig upp að áhættan hafi öll verið á ríkinu eða nýju bönkunum og allur ávinningsmöguleiki hjá gömlu bönkunum, búunum, og þetta hafi verið gert eins og svo smekklega sagt til þess að friðþægja kröfuhöfunum. Þetta er eitt af örgustu öfugmælum skýrslunar vegna þess að niðurstaða samningana einmitt var jafn skínandi góð og hún hefur reynst fyrir Ísland vegna þess að í samningunum tókst að miða við mjög lágt og varfærið mat á eignasafninu sem var flutt út úr gömlu bönkunum inn í þá nýju til að standa á móti innistæðunum. Það var mikið hagsmunamál Íslands. Þar með var mikið borð fyrir báru til þess að vinna úr löskuðum eignum, afskrifa skuldir, fjárhagslega endurskipuleggja og eða veita ný lán. Og þegar svo við bættist að FME gerði háa eiginfjárkröfu til nýju bankana, 16%, og það eigið fyrir reittu kröfuhafar fram í 2 tilvikum, þá var nýja kerfið mjög sterkt. En það var líka til þess að menn höfðu fínan pening út úr þessu, það var greiddur arður út úr þessu. Þess vegna spyr ég af hverju var ekki gerður þá einhvers konar samningur það að ríkið nyti einhverja hlutdeildar í virðisaukanum af þessu? Já, vandinn sprettur auðvitað því að þegar að gömlu bankarnir falla og við setjum neyðarlög, þá gera þau neyðarlög í aðalatriðum tvennt. Hvað þetta varðar, færa fjármálaeftirlitinu gríðarlegar valdheimildir til að grípa inn í, taka banka og skipta þeim upp. Og þau gera innistæður í bönkum af forgangskröfum í bú yfir nótt. Í skjóli þess getum við tekið eignir út úr gömlu bönkunum til að mæta skuldum nýju bankana, þar að segja innistæðun sem þangað voru komnar. En að sjálfsögðu mátti íslenska ríkið ekki taka meiri eignir út úr búunum en þurfti til að jafna þetta. Íslenska ríkið komst aldrei í aðstöðu til þess að ákveða það sjálft hversu mikið það tæki út úr búunum. En var það einhvern tímann reynt? Nei. Af því þetta var gert með Landsbankann, var það ekki? En þarna blöndum aðeins, þú ert komin aðeins og langt inn í ferli, sjáðu. Niðurstaðan var auðvitað sú að það yrði síðan að reyna að fá sanngjarnt mat á þessar eignir og það yrði að bara meta þær á einhverju raunvirði og það var lofað, því var lofað að það mat yrði sanngjarnt. Ísland lofaði í samstarfinu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn í nóvember 2008 að kröfuhafarnir myndu ekki tapa sérstaklega á uppskiptingu bankanna. Því var lofað. Og hverjir gáfu nú það lofað fyrir Íslands hönd? Davíð Oddsson, þáverandi seðlabankastjóri, og Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra. Og sjálfur sér var það lofað ekkert annað en það að segja: við munum fara að íslenskum lögum. Við munum ekki taka skerða lögmætar kröfur þeirra sem eiga þær á föllnu bankana, því það er einu sinni gildi lögum skiptarétt á Íslandi og stjórnarskrá sem að hefði okkur þá aldrei verið stætt á því að gera kröfu hlutdeild í þessum hagnaði bankana? Ekki ef að hún þýddi að íslenska ríkið væri í reynd að taka meiri eignir út úr búunum en þurfti til að mæta innistæðunum. Vandinn sprettur síðan af því að það er svo erfitt að meta verðmæti þessara eigna. Og FME giskar á það í október, eða svona metur það lauslega í október, að eignirnar sem voru fluttar yfir væri 2500 milljarðar. Deloitte er svo fengið til að framkvæma óháð mat.
þeirra meðaltalið að þeirra mati, af því að þeir komist að þeirri niðurstöðu að nýju bankarnir skulduðu einhvers staðar frá 442 og upp í 766 milljónir til gömlu bankana. Miðgildið þar er 2050 milljarðar. En samningarnir byggðu á lágu varfærnu grunnmati upp á 1760 milljarða, ef maður rétt. Þetta var það dýrmæta fyrir Ísland sem við náðum í gegn og hefur nú heldur betur komið í ljós. Vegna þessa gátu bankarnir afskrifað skuldir hjá atvinnulífi og fyrirtækjum. Vegna þessa gátu bankarnir farið í 110% leiðina. Vegna þessa gátu bankarnir tekið á sig kostnað vegna ólögmætis gjaldeyrislána án þess að falla. En því er líka haldið fram að nákvæmlega í þessum gjörningi hafi það falist að þið hafi gefið einhvers konar skotleyfi á íslensk fyrirtæki og íslensk heimili með því að gefa kröfuhónum í raun, gefa þeim eftir þessa banka. Þeir komu hvergi nærri því. Síðan eru það íslenskir bankar sem vinna úr málum sinna viðskipta. Já, í eign kröfuhafarnir fengu að eiga. Já, það eru 2 eldveggir þar á milli. Sérstök íslensk eignarhaldsfélög og eldveggur á milli þeirra og aftur kröfuhafana eða skilanefndana. Þannig að þetta var vel valdað og er bara eitt af svona lýðskrumsumræðunni sem verið hefur í gangi. Já, en þetta er þetta er búið að skrifa heila skýrslu, þar sem meðal annars er líka talað um það að Við ætlum þá að vitna í skýrslu Guðlaugs og Vigdísar. Já, ég er að vitna í hana. Og þú kallar það heila skýrslu. Já, og ég skal þá vitna í skýrslu Brynjars Níelssonar. Því að Brynjar segir líka. Það er rétt, Brynjar velti því upp. Já, hann segir, það kann að vakna svona spurning með hliðsjón og óvissum verðmæti eignanna, af hverju ekki var gert samkomulag um skiptingu virðisauka eins og var gert í samningum um Landsbankann. Já. Sko, ef að kröfuhafarnir hefðu ekki fjármagnað bankana, þá hefðu orðið að gefa út uppgjörsbréf á milli þeirra nýja bankana og föllnu bankana, Arion og Íslandsbanka sem nú er í dag, með sama hættu að gert við Landsbankann. Þá hefði uppgjörið farið þannig fram að það hefði verið eitthvað bréf sem hefði verið hlaupandi frá einhverjum 200 upp í kannski 400 milljarðar króna eftir því hvers virði þessar eignir reyndust að lokum. Og ég minni aftur á, Ísland hafði lofað því að fara að sínum eigin lögum og stjórnarskrá og að kröfuhafarnir fengju raunvirði eignana. En það er alltaf matsatriði, Steingrímur. Já, vegna þess að það var erfitt að meta nákvæmt. Var það rétt mat á sínum tíma að keyra ekki á það að reyna að taka pening út úr af þessum hagnaði þessara banka? Það sem var lögð mest áhersla á af Íslandi þarna var í fyrsta lagi að klára eins hratt og mögulegt væri að koma á fót starfhæfu og fullfjármögnuðu bankakerfi því eftir því beið allt á Íslandi. Þetta var önnur af sverari stoðunum undir efnahagslegri endurreisnaráætlun Íslands. Það var að bjarga ríkissjóði frá gjaldþroti og koma honum á kjöl og það var að byggja upp fullfjármagnað og starfhæft bankakerfi. Það tókst á einu ári. Og hvernig hefur það gengið, Helgi Seljan? Það hefur gengið þannig að ríkið er núna, samkvæmt skýrslu doktorana Ásgeirs Jónssonar og Hersir Sigurgeirssonar, í 140 milljarða plús út úr sinni aðkomu að endurreist stóru bankana. Er það ekki sæmileg niðurstaða? Og við erum að hafa í huga að eina leiðin til að ná þessu fram svona hratt var að gera þetta með samningum. En þú segir að ríkið hafi grætt þetta mikið samkvæmt þessari skýrslu. Hvað með íslenskan almenning og íslensk fyrirtæki? Því það er undir í þessari skýrslu og í gagnrýninni allir saman er gefið í skyn að það hafi verið gengið óhóflega fram gegn íslenskum almenningi og íslenskum fyrirtækjum einmitt vegna þessa gjörnings. Þessi gjörningur kemur bara því máli ekkert við. Viðskiptin færast inn í nýja íslenska banka undir íslenskum bankaráðum og lúta reglum og eftirliti FMI og venjulegum viðskiptavenjum. Bankarnir vinna úr málum sinna viðskiptavina, afskrifa mikið í þeim tilvikum sem skuldir ekki innheimtanlegar, breyta skuldum, setja hluta á biðlán og svo framvegis. Fella niður miklar skuldir af yfirveðsettum eignum í 110% leiðinni, taka á sig höggi vegna ólögmætis gjaldeyrislána. Þetta geta þær allt gert án þess að falla vegna þess hversu vel tókst til í samningunum. Þjóðarbúið græddi gríðarlega á því að samninganefnd okkar stóð sér svona vel og landaði þessari glæsilegu niðurstöðu. Og bara eitt í viðbótum svona einstaka þætti, þú getur auðvitað tekið út og velti því fyrir þér. Hefði verið hægt að ná betri niðurstöðu í þessum afmarkaða hluta málsins. En þú verður að meta útkomu heildarsamningana fyrir í reynd. Það er hún sem skiptir máli. Þú mátt ekki bara að horfa á það og velta við því fyrir. Hefði ríkið hugsanlega getað eða verið aðstöðu til að ná aðeins betri samningum um þennan þátt? Já, mögulega. En hefði það þá gjörð að gefa einhvers staðar eftir annars staðar? Það var lögð á það áhersla að matið og eignunum væri svarfærið og mögulegt var
að bankarnir yrðu sterkir og væri mikið svigrúm til að vinna úr hinum skuldsettu eignunum og það gekk mjög vel og þegar upp staðið var þetta lykilaðgerð í því að hefja efnahagslega endurreisn Íslands og ekki spillir fyrir að útkoman svona góð fyrir ríkissjóð. Ég ætla að fá að lesa fyrir það því að Guðlaugur Þór Þórðarson annars þeirra sem kynntu þessa skýrslu var að segja á Facebook-síðunni sinni áðan: við höfum fengið ábendingar að orðalagi í skýrslunni sé þannig að hægt sé að skilja það sem árásir og gagnrýni á embættismenn og sérfræðinga. Það var aldrei ætlun meirihluta nefndarinnar að vega starfsheiðri einstaklinga sem ekki eiga annað skilið en þakki fyrir sín störf. Það er rétt og skylt að biðjast velvirðingar á slíkum mistökum. Í þessu ljósi verður orðalag skýrslunnar endurskoðað gildislaðin orðið annað sem valdi getur misskilningi fjarlægt þannig að efnisleg umræða fari fram og hann í raun að leggja það til þarna að það verði óháð nefnd eða óháðir aðilar fengnir til að fara yfir þessar upplýsingar. Ertu til í það? Já, heldur betur. Ég myndi fagna því að þá myndi þetta endanlega hverfa af heimi. Þetta óbermi sem þessi svokallaða skýrsla er. Og ég verður að fá að taka það fram, þingsins vegna og sóma Alþingis vegna, að þetta er ekki skýrsla meirihluta fjárlaganefndar. Þetta er plagg, samsetningur, eitthvað klippiverk sem Vigdís Hauksdóttir og Guðlaugur Þór Þórðarson kynna fjölmiðlum á mánudaginn. Hún er óundirrituð, nöfn hinna meirihlutamanna koma hvergi fram. Hún hafði aldrei verið tekin fyrir í fjárlaganefnd. Hún getur eðli málsins samkvæmt ekki orðið niðurstaða fjárlaganefndar eða meirihluta fjárlaganefndar fyrir hún hefur verið tekin fyrir þar. Þetta hefur ekki stöðu sem þingskjal, sem betur fer, en þetta útbíjað í málfarsvillum, þýðingavillum, staðreyndavillum og sleggjudómum og það stendur ekkert þarna eftir. Það þarf ekkert annað en lesa fréttatilkynningu fjármálaeftirlitsins frá 29. janúar 2015, lesa ágæta skýrslu Brynjars Níelssonar, þá falla allar þessar ásakanir dauðar niður. Enda hafa það gert það 3 sinnum áður í þeim tilvikum að Víglundur Þorsteinsson hafi sett það fram. Já, en ef að mynda sátt að fara í óháða rannsókn, þá kemur þetta væntanlega aftur með ljós. Já, ég myndi helst vilja óháða rannsókn á þessari svokölluðu skýrslu Vigdísar og Já, en ef við ekki að byrja á hinni rannsókninni þá fyrst, en takk fyrir komuna í Kastljós. Já, þakka þér.